nafni Guðs föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og við biðjum, þegar raunir þjaka mig, þróttur andans dvínar, þegar ég á aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú, gef mér skilning hér og nú, ljúfi drottin lýstu mér, svo lífsins veg ég finni, láttu ætíð ljós frá þér, ljóma í sálu minni. Amen. Í Jóbsbók standa þessi orð, tréð á sér framtíð. Verði það höggvið vex það á ný og teinungarnir halda áfram að vaxa. Þótt rótin eldist í jörðinni og stofninn deyi í moldinni, vex það áfram fyrir kraft vassins og ber greinar eins og ungur kvistur. Amen. Ástað þráin honum fell.
Emma var mikið náttúrubarn, ræktaði tré, fylgdist með fuglum og kindum. Það eru margir textar Biblíunnar sem má tengja við þessi áhugamál. Og einn af þeim í einum þekktasta Davíðssálminum nr. 23. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafns síns. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Og í spádómsbók Jesaja standa þessi orð: eins og hirðir mun hann halda hjörð til haga, taka unglömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu en leiða mæðurnar. Amen. Þið sem treystu ykkur til mig að rísa á fætur, skulum heyra heilagt guðspjall. Jesús segir,
Verið ekki áhyggjufull líf ykkar, hvað þið eigið að borða eða drekka né heldur líkama ykkar, hverju þið eigið að klæðast. Er ekki lífið meira en fæðan og líkaminn meira en klæði. Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir né uppskera, né safna þér hlöður og faðir ykkar himneskur fæðir þá. Eru þið miklu fremri þeim? Og hver ykkar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Segið því ekki áhyggjufull hvað eigum við að borða, hvað eigum við að drekka og hverju eigum við að klæðast. Ykkar himneski faðir veit að þið þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast ykkur að auki. Amen. Náð sem ykkur og friður frá honum sem og var og kemur. Amen. Lítið til fugla himinsins, segir Jesús og bæti við, hafið ekki áhyggjur af morgundeginum. Þetta eins og hvatningum að njóta augnabliksins, kannski eins og þegar að Jónas satt á pallinum í Fljótshlíðinni, hafði skjólað trjánum og fylgdist með fuglunum, vinum sínum. Það er líklega ekki tilviljun að Jesús noti líkingamál úr náttúrunni. Á vorin tekur gróðurinn við sér
farfuglarnir koma í flokkum og sauðburðurinn stendur yfir. Yfir öllu vakir kærleiksríkur Guð sem skýlir og verndar gróðri, dýrum og fólki sem fær tækifæri til að upplifa ómetanlega stundir. Vorið táknar á sama tíma upprisu Krists og sigur lífsins og sá sigur sannarlega augnablik sem ljómar af skýru ljósi og von sem birtir kærleika Guðs til okkar. Við erum saman komin til að kveðja Jónu Baldvinsdóttur, að gera við virðingu, kærleika og með þakklæti fyrir svo margt. Jóna fæddist 27. nóvember 1943 og lést 27. febrúar síðastliðinn. Foreldrar hennar voru úr Sörbanum, þau Ólafía Magnúsdóttir frá Hvammsdal og Baldvin Sigurvinsson frá Hvítadal. Jóna var elst 6 alsystkina en einnig átti hún 2 eldri hálfbræður. Eiginmaður hennar var Gunnar Helgi Guðmundsson úr Kópavoginum. Þau gengu í hjónaband 8. apríl 1965. Guð blessi minningu allra þeirra ástvina Jónu sem horfnir eru af heimi. Börn Jónu og Gunnars Helga eru Guðmundur Rúnar sem fæddur 1963, kvæntur Hugrún og Reynisdóttur, eiga þau 3 syni og 4 barnabörn. María fædd 64, hún á 4 börn með fyrrverandi eiginmanni sínum og 9 barnabörn. Baldvin Óli fæddur 1969, kvæntur Örnu Reynisdóttur. Hann á 2 syni úr fyrra hjónabandi og Arna á 2 börn úr fyrra hjónabandi og þau eiga 5 barnabörn. Afkomendur Jónu og Gunnars Helga eru því í dag 32 talsins. Jóna fæddist í Belgsdal þar sem hún bjó fyrstu árin, en fjölskylda hennar bjó þar hjá foreldrum Ólafíu móður hennar. Fjölskyldan stækkaði og þau keyptu bæinn Gilsfjarðarbrekku árið 1947, fluttu þangað á fardögum sama ár. Og snjórinn á leiðinni inn fjörðinn var svo mikill að í grjótánni sást bara til himins í snjógöngunum. Systkinahópurinn var stór, en samband þeirra einkenndist af ást og virðingu fyrir hverju öðru alla tíð. Snemma kom áhugasvið Jónu í ljós því hún talaði mikið um rollur og vildi vera bóndi. Ein saga úr æsku hennar er gott dæmi. Einhverju sinni var móðir Jónu að gefa systur hennar að drekka, en á sama tíma hvarf Jóna, þá rétt 2 ára. Móðurinn leitaði henni allstaðar innandyra, en fann hana hvergi. Fór þú út í fjárhús til þess að biðja Baldvin að hjálpa sér við leitina, en þá sér hún hvar svo stutta sat í miðri krónni með 4 ær í kringum sig sem báðu klapp og knús. Þetta lýsir henni vel. Það átti Jóna allatíð auðvelt með að hæna dýra að sér og þó sérstaklega kindurnar. Reyndar voru ekki alveg öll dýr í uppáhaldi, því mýsnar þoldi hún ekki. Kannski var það vegna þess að í gamla húsinu á Gilsfjarðarbrekku voru mýs út allt, hlaupandi við sængina og koddann hjá henni og jafnvel nöguðu þær sig ofan í hrygginn á rollunum, nokkuð sem hún gat aldrei fyrirgefið henni. Á uppvaxtarárum Jónu fóru börn snemma að hjálpa til við sveitastörfin og þar var Jóna engin undantekning. Skipti ekki máli hvort það væri inni eða úti, en umhirða dýrana átti best við hana og þá helst samveran með fénu. Hún var heldur ekki gömul þegar þær systur fóru fram á dal til þess að tína hagalæðu sem þær fóru svo með í kaupfélagið. Og fyrir ullina sem þær tíndu fengu þær pening til þess að kaupa harfisk sem var í miklu uppáhaldi Jónu. Á hverju vori voru túnin rökum með hrífum til að hreinsa skítin af sem ekki skólaðist niður og bera hann svo í strigapókum í burtu. Telja þær systur að allt þetta puð hafi gert það að verkum að þær urðu svona lágvaxnar. En þetta gen hefur reyndar erfst áfram í næstu ættliði, svo líklega var vinnunni ekki að kenna. Prjónaskapur átti vel við Jónu. Hún var ekki gömul þegar amma Ingibjörg kenndi henni að prjóna og sauma í. Prjónaáhuginn hefur nýst Jónu á ýmsan hátt. Henni prjónaði hann á börnin, barnabörnin og langömmubörnin, fallegar flíkur. Prjónaskapurinn kom líka við sögu í tengslu við bílprófið. Hún lærði seint á bíl sjálf, en hóf í raun ökunámi með því að koma bræðrum sínum, Smára og Sigurvini gegnum bílprófið. Þá sat hún og las umferðarlögin á meðan bræðurnir máluðu þvottahúsið og búrið, þannig að hún var vel að sér í umferðarreglunum þegar hún sjálf fór að læra á bíl.
Bílprófið borgaði hún svo með því að prjóna lopapeysur sem hún seldi ökukennaranum. Hún velti því líka fyrir sér síðar hvað bílprófið myndi kosta eða vera margra peysu virði þann daginn. Hún hugsaði vel um peninga og flíkurnar sem hún prjónaði borguðu nokkrar utanlandsferðirnar en hún prjónaði og seldi afraksturinn á handverksmarkaði hjá Handprjónasambandinu. Oft lagði hún inn peysur og keypti evrur í staðinn til þess að komast í sólina. Einnig má geta þess að ættin hefur haldið uppi handverks- og prjónasölu á Króksfjarðarnesi undanfarin ár. Jónas sótti nám í skólann að Kjarlaksvöllum hjá Júlíönu og Sigurði og farskólanum í Geiradal. Þegar hún fór svo aftur síðar í skólann að Kjarlaksvöllum var hún líka aðstoðarstúlka í eldhúsinu og fékk á þeim tíma meiri kennslu eins og í stærðfræði. Og var mikið lagt upp úr því að hún kynni að draga til stafs eða kynni að lesa og skrifa á heimilinu, enda las hún mikið alla tíð. Fjölskyldan rifjaði svo upp skemmtilega sögu frá því að Jóna var ung stúlka í sveitinni. Fór eitt sinn með hestana í girðingu út í Fjarðarhorn, þar sem þeir áttu að vera yfir nóttina. Hún tók af hestinum sínum, setti nakkinn á öxlina og lagði gangandi af stað heim. Kom þá að henni bíll og bílstjórinn spurði hvert hún var að fara. Jóna sagðist vera að leiða næsta bæ og var henni boðið far sem hún þáði og keyrði heim að hliði. Í bílnum voru tvenn hjón á ferð, þau Guðmundur Sigurðsson og Guðrún Guðnadóttir, ásamt Gísla Jónsssyni og Margréti Guðnadóttur. Guðrún hafði orðið að það væri gaman að fá þessa stúlku sem tengdadóttur. En hún átti 3 drengi í Kópavoginum og þessi ósk Guðrúnar átti eftir að rætast. Ólafur, kaupfélagsstjóri í Króksfjarðarnesi, hvatti Jónu til að fara í húsmæðraskóla og þá stóð næst að fara í Staðarfell í Dölum. Foreldrar hennar vildu það hins vegar ekki vegna þess að það fór illt orð af skólanum og talað var óþekka stráka úr sveitunum í kring í því sambandi. Hins vegar fékk hún að fara í húsmæðraskólan á Blönduósi, það var veturinn 60–61. Og veturinn á eftir fór Jóna þá 18–19 ára á vertíð. Planið var að fara með Ingu systur sinni suður til Keflavíkur. En foreldrar þeirra leyfðu það ekki, því þar var svo mikið af hermönnum sem taldir voru hættulegir saklausum sveitastelpum. Þær fengu hins vegar að fara til Grindavíkur að vinna í fiski. Á þessum tíma hitti hún ástina í lífinu, Gunnar Helga. Þar var þá komin einn svona Guðrúnar úr Kópavoginum, en Guðrún hafði einmitt haft þessa óska orði eftir að hafa skutlað Jónu heim árið. Jóna og Gunnar Helgi hófu búskapinn í Grindavík, fluttu svo í Kópavoginn, bjuggu á nokkrum stöðum á Digranesveginum, en keyptu loks Digranesveg 116 að Guðmundi föður Gunnars Helga, þar sem þau bjuggu lengst af. Og svo upp úr 1980 sem þau fóru að leita sér að sumarhúsalóð og fundu draumarstaðinn 88 austur í Fljótshlíð í landi Kirkjulækjarkots. Þar reistu þau sér hús í sandauðninni og ekki var landið talið vænlegt til ræktunar, en hjónin létu það sem myndum þjóta og fóru að rækta mikilli alúð og þrautseigju. Í hlíðinni fögru nutu þau sín og Jóna fékk sannarlega útrás fyrir áhugamál sitt, sveitalífinu og trjáræktinni og seigla þeirra hjóna við að koma sér upp paradísareit var mikil, en fyrstu plönturnar höfðu það ekki af. Settu þau flöskur yfir næstu plöntur og loks spýtur sem mynduðu mikilvægt skjól, þannig að víðirinn náði sér á strik og aðrar tegundir í kjölfarið. Fyrir utan áhuga Jónu á ræktun hafði hún einstaklega gaman af öllum villtu fuglunum sem fóru að verpa í trjánum hjá þeim. Árangur þeirra við ræktun eftirtektarverður og í dag ótrúlega mikið skjól á lóðinni, alveg sama hvernig viðrar utan hennar. Fann Jóna sér alltaf eitthvað til að dunda við á lóðinni eða naut þess að sitja á pallinum og láta sólina skína á sig, enda elskaði hún að vera í sól og vildi gjarnan vera sólbrún. Og mikið náttúrubarn og hafði gaman að því að horfa á náttúrulífsþætti. Í sérstöku uppáhaldi voru þættir fugla. Hún hefði alltaf valið náttúrulífsþætti fram með spennandi bíómynd. En hún var líka grjóthörð og kallaði ekki allt ömmu sína. Þegar hún braut rifbein í sauðburði lagaði hún sig bara aðeins til en kvartaði ekki. Sama var upp á teningnum þegar hún sleit taug. Hún hafði mikinn áhuga á íþróttum, sérstaklega þeim sem fylgja mikið læti og spenna eins og handbolta. Hún lifði sig líka alveg inn í leikina
Eins og þegar hún horfði á kappreiðar í Kanasjónvarpinu árið og venju samkvæmt prjónandi á sama tíma. Þegar spenna færðist í hlaupið fóru prjónarnir að ganga hraðar og hraðar og á endingu var hún farin að lyfta annarri hendinni upp líkt og hún héldi í tauminn og sló hinni hendinni í stólinn til að reka hrossin áfram. Jóna fór ekki að vinna utan heimilis fyrr en börnin voru orðin nokkuð stór. Fyrst var ég hjá SS að hausti til í Laxalóni við að frysta innmat og það var alltaf borgað út á föstudögum og gaf hún þá oftast börnunum einhvern pakka. Best fannst Baldvini að fá Max Bíópopp sem að poppaði í húsinu við hliðina. Svo eruð vinnustaðarnir nokkrir, fiskvinnsla í Kópavogi og Hafnarfirði, hannyrðaverslunir á Laugaveginum, Ora, Sómi og að endingu Síld og fiskur þar sem hún endaði starfsferilinn á 65. afmælisdaginn. Eftirminnileg er ferð fjölskyldunar eitt árið fyrir jólin vestur að Gilsfjarðarbrekku. Það hefði eignast jeppa sem að Gunnar Helgi gerði ferðabúinn og Jóna pakkaði börnunum í aftursætið ásamt smurðu nesti og heitu kakói. Og farið af stað 22. desember, siglt með Akraborginni í algjörri bræli. Þannig að margir borð urðu sjóveikir. Jóna og Gunnar Helgi hugsuðu strákana en María svaf á sér veðri inn í borðsal og köstuðu bræðurnir upp til skiptis en Jóna stóð sig eins og hetja. Þar til ung stúlka þurfti að komast af borðstokknum. Þar var maður með mikið skegg sem vildi alls ekki færa sig svo hann fekk alla gusuna frá stúlkunni framan í sig. Við þessa gusu fór maginn á Jónu á hvolf. En þessi jól voru henni og foreldrum hennar mikils virði og börnunum mjög minnustæð á marga vegu. Eftir að elsti sonurinn fór að stunda sauðfjárbúskap á Kjarlaksvöllum kviknaði áhugi Jónu á sauðkindinni aftur. Hún fylgdist líka vel með öllu, hvort búið væri að fósturtelja, hvað væri von á mörgum lömbum það vorið. Hún hafði yfirsýn í sauðburði, hversu margar væru bornar dag hvern og sama átti við á haustin. Þá fylgdist hún með heimtum af fjalli eftir leitir og spurðist fyrir eins og hvort sú með flekkótta lambi í þessari og hinni stíinu væri komin. Hún hringdi líka gjarnan á Kjarlaksvelli þegar Guðmundur setti mynd á fésbókina eftir eltingaleik við eftirlegukindur því hún vildi vita hverjir ættu kindurnar. Jóna og Gunnar Helgi voru traust amma og afi. Jóna tók barnabörnunum opnum örmum og setti alltaf upp veislu þegar þau komu í heimsókn. Dyrnar stóðu líka alltaf opnar fyrir fjölskyldun utan að landi og auðsótt mál að fá þar gistingu. Til okkar hugsaði í dag einnig fjölskylda og vinir sem ekki er heimangengt og senda kveðju. Katrín, systir Jónu og Sæmundur biðja fyrir kveðju þar sem þau eru stödd erlendis og vill Katrín þakka sérstaklega fyrir allar góðu samverustundirnar í gegnum tíðina. Samúðarkveðja er frá Rúnari Indriðasyni, samúðarkveðja frá Baldvin Indriðasyni og fjölskyldu, samúðarkveðja frá Lindu og Jóni og Magga og Ási í Miklagarði biðja sömuleiðis fyrir kveðju. Og jafnframt biðjum að koma á framfæri þakklæti frá fjölskyldu Jónu. Fjölskyldunni vill þakka starfsfólki LSH á deild 11 EG og Landakoti fyrir vinsemd og hlýju í sinn garð og allt það sem þau gerðu til að hlúa að Jónu þann tíma sem hún var hjá þeim. Einnig þakkar fjölskyldan drengjakórnum og Sísu fyrir þeirra framlag í dag. Fjölskyldan þakkar auðsendar samúð og vinarhug og að athöfn lokinni vilja aðstandendur bjóða öllum að þiggja veitingar í safnaðarheimilinu hérna í kirkjunni. Leyfum okkur að treysta því að vorbúðarnir, gróðurinn, lömbin og varp fuglana endurspegli kærleikann og vonina sem við eigum í trúnni á Krist líf og endurfundi. Að Kristur leiði Jóni ykkar eins og hirðir á góðan stað í eilíðinni og eilíft ljós drottins lýsi henni. Guð vonarinnar blessi okkur öll. Amen.
Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara eins og þau hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur birt öllum. Ljós til opinberunar og til vegsemdar fólki þínu. Við biðjum, Guð vonarinnar vertu hjá okkur með huggun þína. Hjálpa okkur að berjast góðu baráttunni og varðveita trúna. Blessa þú fjölskyldu og vini Jónu, veit huggun og styrk. Blessa þú minningarnar. Takk fyrir að þú gafst okkur Jónu, veit henni þinn eilífa frið. Allar bænir okkar felum við þeirri bæn sem að Drottinn hefur kennt okkur og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús segir, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum lík er lifa. Amen. Fagur með frjó
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sín augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurlífsins fyrir upprisu Jesú Krists.